Herri, þá ætlum við að skoða hvernig við getum notað þrívíddarprentara til þess að prenta út eiginlega ljósmyndir á okkar á plastið okkar. Þetta svona nokkur dæmi það. Í raun og veru er ekkert að nota Fusion heldur það sem við gerum að við erum að finna eitthvað ljósmynd. Það fínt að kroppa aðeins og þetta tímafrekt ferli. Þannig að eins og er ég með mynd vinstra megin. Ég kroppa hana, ég hef ekki áhuga á því að prenta út þessi tré og malbikið. Þannig að hugslega því þegar ég velja eitthvað mynd. En ferli þannig að þið farið bara á netið og farið á þessa heimasíðu. Undir 3dp.rocks. Þetta svona út og ef þið skrollið niður þá sendur image to lithophane converter, smellið þar. Ok, skulum við bara strax byrja því að gera ákveðna breytingu með því að fara í settings og fara í image settings. Og einu sem ég þarf að gera er þetta efsta. Þessi á að vera á positive image. Ef hann er hægra megin í negative image þá verði að færa hann hingað yfir í positive image. Einu sem þið þurfa að gera hér. Ok, ef maður smellir model þá sér maður líka niður. Ok, byrjum að sækja mynd. Þá fyrir í images, choose files. Þetta með einhverja mynd. Og þá hún komin þarna. Forritið reiknir sig bara út. Það sem það gerir það tekur alla litin í myndinni og býr til mismikla þykkt, þannig að allt það sem var svart að það er mjög þykkt sem því þá að ljós fer síður í gegnum það og þá lítur út til að vera dekkra. Ok, það sem getur gert verður neðan sjá að það er að fá út svona mismunandi form á þessu og það sem ég hef eiginlega mæli eingöngu með er þetta outer curve. Þá kemur myndin svona utan á einhverjum boga. Nú eða þá bara hafa þetta flatt. Það má alveg prófa hitt en þetta er það sem ég mæli mest með. En ok, þannig að við erum outer curve og við getum stillt hæð og breidd og eitthvað svona dótari, þannig að við ætlum að gera það. Förum þá í settings og model settings. Þannig að ok, efst upp er maximum size, þetta er þá hæðin. Það myndir maður sjá að ég að vinna með hæðina. Ef ég er að vinna með þetta outer curve, er í model settings, ok, maximum size, þetta er þá 100 mm. Þetta bara stjórnir því. Þið getið sett inn einhverja tölur. Þykktin hafi hana sem 3 mm. Border, þið getið haft það sem 0. Thinnest layer, minnsti layer, hann er 0,8. Þetta næst, þetta 20 vectors per pixel, ekki breyta því. Og base stand depth, ekkert vera að breyta því. Þurfa því skitt. En curve getið breytt. Ef að þetta er 0 gráður, það sem maður tóksatinga niður, þá er þetta alveg flatt. Ef maður dregur þetta til hliðar, þetta sé 360, þá nær þetta heila hring. Þannig ef ég fyrir til mig tilbaka í model, þá verði ég að smella á refresh. Þá sjáum við þetta búin að ná alla hringinn. En ég þetta nú ekkert, ég prófa að gera þetta kemur ekkert sérstaklega vel út. Þetta virkar með einhvers konar lampa, þú getur sett ljós inn í þetta. En ég ætla að nota eitthvað kringum 100 gráður. Fyrir eftir í model, þessi síða er ekkert sérstaklega hraðvirk, þannig að maður þarf að vera pínu þolinmóður. Alltaf smella á refresh. Síðan smellir bara download. Þá býr hún til STL skrá og ég opna hana, þá fer ég beint í Cura. Það getur verið því þurfa að fara inn í Cura og smella þar á file open
síðan í Cura að þá þarf að gera eina mikilvæga breytingu. Það sem snýr að infill. Infill allt það sem inn í hlutnum og þessi hlutur verður að vera alveg solid. Það má ekki vera neitt tómurum í honum. Þannig innfillið það verður 100%. Þetta eina skipti sem við erum með infill sem 100%. Og fyrir vikið þá þetta stundum lengi að prenta út. Þannig að hæðin sem við stillum á þetta hefur mikil áhrif á hvað þetta lengi að prentast út. En ok, förum hérna gegnum valmöguleikana hérna, eða stillingarnar. Efsta quality, 0,2 fínt að nota það. Það hægt að fara minna en við skulum nota bara 0,2. Shell, þið ættu ekki þurfa að breyta neinu. Þetta ættu nú að vera... það sé ekki. Þetta ætti að vera 2 og þetta ætti að vera 2 hérna, já. Það er top layers og bottlenecks, bara 2 og 2. Infill, þetta verður að vera 100%. Ok, í material, þá skulum við hafa gráðurinn sem 215. Hvíta filamenti, það þannig gert að við viljum hafa þessari hitastig. Plate temperature 65. Það hana platan sem þetta situr á. Speed travel, þegar ekki þurfa að gera neitt í því og ekki cooling. Support, passi bara að það sé ekki support. Við viljum ekki hafa neina undirstöður. Bolt plate adhesion, hérna skulle hafa none. Hérna var none. Og það ætti ekki vera að haka við hérna spiralize outer contour. Síðan getum við bara gert prepare og þá ætti þetta að vera tilbúið.